rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það komið að næsta viðmælanda og það úr keilunni, það Einar Már Björnsson, Íslandsmeistari í tvímenningi. Komdu heill og sæll félagi. Herðus, sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég bara rosa hress og kátur, sko. Já, ertu ennþá haldandi á bikarnum frá því þar síðustu helgi? Hann bara komin inn á góða stað upp í hillu. Jæja, þannig að þú ert búin að sleppa hann aðeins frá þér. Já, algjörlega. Já, nákvæmlega. Herðu, en já, kannski svona áður við förum í deildina í keilu og gott betur það, kannski aðeins að þér sjálfum fyrst, já, hvenær byrjaði þú í keilu og hver ástæðan fyrir þú ert alltaf í þessu sporti? Herðu, það nú þannig að ég byrjaði nú bara að vinna í keiluhöllinu Öskjuhlíð og ætlaði nú aldrei að vera í þessu sporti þannig að segja. En síðan á svona frítíma þá bara var maður gat maður ekkert annað heldur en að vera þá að spila keilu og þá var maður alveg bara hútt á þessu og byrjaði sem að spila í deild þá í kringum 17-18 ára og ég búinn að vera í þessu bara síðan þá og nú maður orðið 35 og bara þetta aldrei skemmtilega heldur núna. Nei. Til þess að vera góður í keilu þá væntanlega, já, keiluhöllin svona annað heimili, eða ekki? Jó, má segja það. Já. Maður þar svona, já, lágmarki 4 til 6 í viku, myndi ég segja. Já. Þetta þá eins og í, já, Flintstones þáttunum gömlu góðu þar sem að menn eru stundum að strúka bara keilun á kvöldin frekar? Já, ég segi það nú kannski ekki alveg en jú, þetta við berum mikla virðingu fyrir kúlunum okkar og keilunum. Já, og ef við förum aðeins í, já, kúlunum sjálfur, menn eru það ekki alltaf með sína sérstöku svona sem þetta svolítið hjátrúið ekki oft? Jú, þetta það en ég meina síðan það sem fyrir þetta allt eftir aðstæðum bara á keilubrautunum, sko. Það eru þeir sem eru að keppa í þessu að þeir eru eiga svona á bilinu kannski svona 10 til 20 kúlur og það bara fer allt eftir í hvernig olía á brautunum, hvað best að nota hverju sinni. Já. Og það mismunandi eftir hverju braut fyrir sig, segjum svo dæmi eins og bara Eiðisöllinni, mismunandi eftir brautum hvernig olía á hverju braut eða? Nei, þetta nú oftast uppgefið alltaf fyrir hvert mót hvað lengdin á hverju braut fyrir sig en alveg svo til dæmis í þessu tvímenningsmóti sem að var að keppa í fyrir annari helgi eða svo að þá var þetta svolítið öðruvísi mót, þetta var sem sagt þá spilað í 2 olíubrautum og þá ertu sem sagt á vinstri brautinni, sem sagt við tölum alltaf brautarsett þá alveg svo til dæmis bara braut 9 og 10 þá það eitt keppnisett þar sem ertu að spila á bara eitt leik, sko og þá ertu að spila í 35 feta olíuburði öðru megin og síðan 47 feta burður sem var á hinni brautinni. Já, ok. Þannig að það var misjafnt eftir í, sko, ef maður að spila svona stutt olíuburði sem við köllum þess að 35 feta að þá þarf maður að spila sem sagt eftir kantinum sjálfum og þarf þá að kasta kúlunni mjög fast til þess að fá hana inn í þennan vasa til þess að fá mesta líku til þess að ná fellu og síðan í 47 feta olíuburðinum að þá þarf það að vera nánast fyrir miðju á brautinni og kasta mjög hægt til þess að fá meiri séns til þess að ná fellu. Þetta eitthvað sem að ég hef aldrei velt fyrir mér þegar ég fer í keilu. Nei, en það líka þannig að þegar þú fer í keilu þá alltaf sömu aðstæðuna sem í gangi. Nú, já, ok, þannig ég hef enga afsökun þegar kona mín vinnur með óvart í keilu. Nei, okay. Bara ekki neina. Því miður. Já, það mátti reyna á það. En já, að Íslandsmótur í tvímenningu, já, þarna lést þú og Hafþór Harðarsson úr IR til unnu þarna KR-inga, eða ekki? Jó, í úrslitum unnum við KR-inga en það voru hvað? Minnir þetta hafi verið 18 tvímenningar sem hafi verið að taka þátt og síðan sem sagt spilaði þá 4 leikir og efstu 10 komast áfram og þá voru leiknir 4 leikir til viðbótar og þá tekið sem sagt niður í 6 og síðan spilaðir 5 leikir til viðbótar og það þá allir við alla sem sagt af þessum 6 sem að komast áfram og sameiginlegt skor á því að sem sagt efstu 2 tvímenningarnir keppast á til úrslita og þar voru við, ég og Hafþór og
sem voru að keppa á móti honum Þorleifi hjá KR og Elíasi. Já. Það kannski, talandi KR-inga, þeir eru það ekki búin að leiða svona mest megnis að deildinni hinga til í fyrstu deildinni? Já, ég vil nú meina það að KR-ingarnir hafi leitt deildin út af því að þeir voru búin að spila bara tölvöld fleiri leiki heldur en önnur lið. Já. En nú það búið að jafnast aðeins út og það eru þá 2 IR-lið sem eru í efstu 2 sætunum. Já, nú ég komið með töfluna hérna fyrir fram að mig. Það er IR PLS og IR KLS í fyrsta og öðru sæti. Já, passar. Já. Og það er svona, má eiginlega segja það að IR KLS að þeir eiga leik inni, þannig að þeir eru væntanlega í fyrsta sæti þegar þeir eru búin með hann. Þannig að, en síðan er sem sagt ég og Hafþór, við erum báðir að spila með IR PLS. Já. Og erum sem sagt núverandi Íslandsmeistarar. Þannig að þetta eru svona liðin sem eru nú oftast að keppast þetta. Já, það var nú heldur betur mikil spenna þarna í voru. Deildin var virkilega jöfn, eða ekki? Jú, það eru svona alltaf svona topp 4-5 efstu liðin í deildinni skarast svona fram úr. En síðan er það þannig að það er mjög jafnt á milli þessara liða sem þannig er það. En kannski svona úr kannski fyrst deildinu, við ræðum það kannski meira og eftir, hvernig er svona í dag, það eru það ekki svolítið mikið af ungu börnum í dag sem eru að æfa keilu, og keilu íþróttin hérna á Íslandi, hún er að fara svolítið stækkandi, eða ekki? Jú, sérstaklega í úlingamótorum, þá eru þau gríðarlega fjölmenn í dag. Þannig að það er alveg í auknu mæli sem eru, við höfum aldrei þurft að tvískipta sem sagt sko úlingamótum yfir á laugardag og sunnudag. Þetta hefur alltaf bara náðst á einhverjum einu degi, en það er þá alltaf hver umferð í þeim keppnum þarf að spilast orðið á 2 dögum í stað eins út af auknum fjölda. Já. Sem er náttúrulega bara æðislegt. Og það var nú ekki þannig þegar þú varst að æfa keilu sem úlingur, er það? Nei, það var ekki þannig. Þá var eiginlega nóg fyrir okkur að vera í 10 eða 12 brauta sal upp í Mjóddinni, sko. Já. En núna í dag þá er þetta sem eru þá 22 brautir upp í Eiðisöll, og það er ekki nóg. Nei, nákvæmlega. En ef við förum aðeins í kvennadeildina, þar eru Valkyrjur efstar og þar eru KFR afturgöngurinn sem koma þar á eftir. Já. Og svo koma þarna 2 írlið í 3. og 4. sæti. Nákvæmlega. TT og Buff. Ertu búin að fylgjast eitthvað með fyrstdeildi kvenna? Já, maður er alltaf þær eru náttúrulega alltaf að spila á sömu kvöldum og við. Þannig að maður er alltaf að fylgjast með þessu með svona öðru auga. Já, nákvæmlega. Þannig að en það er Valkyrjurnar eru þær eru alltaf sigurstranglega þær í kvennadeildinni. Þær eru með þarna best eru 3 þar sem eru búin að vera viðlóðandi landslið. Þannig að þær eru best settar svona á pappirnum. Já. Er mikið kaupa milli leikmanna svona í keilunni? Er þetta svona, er ekki svolítið erfitt að fá menn yfir? Menn eru það ekki svolítið fasti fyrir í sínu liði? Jú, það er nú oftast þannig sem að það er. Menn þetta eru náttúrulega bara 3, þetta eru svona, hvað maður segja, þetta eru svona 4 til 5 sem eru í hverju liði. Og það er bara, það er ekki mikið sem að menn eru að fara á milli félaga og svoleiðis. Nei. En það náttúrulega gerist náttúrulega bara eins og gerist það í öllum íþróttum, bara að þá er það náttúrulega, þannig er það. Alveg svo maður sjálfur, ég byrjaði nú hjá KR en síðan opnuðust augun hjá mér almennilega. Og þá fór maður yfir til IR. Já, nákvæmlega. En það er bara núna annað kvöld, þá er umferð í fyrstdeild karla og kvenna, og það er nú ekkert leiðilegu svona fyrsti leikurinn hérna klukkan 7 á morgun í braut 17-18.
Það IR og KR? Já, þar eru við í PLS að fara að keppa móti KR-ingunum. Já. Þannig að það verður bara mjög skemmtilegur leikur. Það alltaf gaman að spila móti KR. Það nú bara þannig. Já. En það KRE sem það ekki svona aðaliði hjá KR-ingum í dag? Jú, já. Í dag. Já, nákvæmlega. En já, svona með hvernig deildin búin að fara af stað, hverjir eru búin að vera svona öflugastir á tímabilinu? Já, ég myndi nú telja að þarna IR KLS, þeir séu búin að vera svona öflugastir. Þeir eru, já, enda verða þeir á toppnu, þeir eiga inn í leik þarna á móti IA tvöfaldroff sem í neðsta sæti. Já. Þannig að þetta verður. Þannig að þeir eru búin að spila þá best en síðan í PLS, að þeir eru í koma þarna fast á hælunum þeir. En áriðin slepptir, hvernig tekum maður þig og taugum á Keilubrautinni? Þetta er virkilega góð spurning. Er þetta ekki svona best eiginlega spurning fyrir svona mótherja? Já, mótherja, já. Ég er hérna bara að hjálpa KR-ingum. Já, þetta mynda það. Ha. Ertu svartur og hvítur inn við beinið það? Það getur verið. Herðu, ég bara þakka kærlega fyrir spjallið bara. Já, nokkulega. Einar Már Björnsson þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, endilega kíkja í Sveitin annarkvöld og það fáum að sjá því leika listinnar. Nákvæmlega, braut 17-18. Nákvæmlega, bestu þakkir. Já, takk sem leiðis. Sér það. Ok, já, bless. Já, þetta var fleira til inn á kli.is, þar er þetta að sjá allar helstu upplýsingar næstu leiki og það svona dagskrá næsta mánuðurinn í Keilunni. En já, það var verið að ráða bara núna síðustu helgi, þar síðustu þjálfara í afreksópa Keilusamband Íslands og kallanum verða Ásgrímur Helgi Einarsson og Guðjón Júlíusson og svo hjá konunum verða Hafþór Harðarsson og í unglinga er það Stefán Klassen og Guðmundur Sigursson. En mikið verður að vera hjá þessum hópum fram á vormánuðum og undirbúningu fyrir boðsmót unglinga í Katar verður núna í febrúar, smáþjóðleikarnir í San Marino í mars og í Evrópumót unglinga í Finnlandi í apríl. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Betri tónlist, meiri fjölbreytni. Suðurland FM 963.